Ég ætla að fara þá hans yfir uppfinninguna á módelinu. Við ætlum að byrja hvernig við startum verkefnið. Við byrjum á með réttri grunngráð eða template. Hvernig við vistum þetta og svo byrjum við á stillingan á megin burðarlínum, grid lines og hæðarlínum. Förum aðeins í gegnum og stillingarnar á svolítið saman. Við skulum byrja á því að fara bara hérna og velja hérna new. Hérna getum við náttúrulega að opna fyrirverandi verkefni sem hafa við unnið áður. Þannig að við ætlum að byrja á nýju og förum henni í browse og passa að við séum alveg hérna í Protest, ekki Protest template. Hérna henni verið að við ætlum að búa til nýja grunnskrá, þá myndum við velja þetta. En núna ætlum við bara að velja frá grunni, svona basic template. Ef þið eru á stofu eða þá voru mjög sennilegt að stofan setja í eigin grunnskrá. En við ætlum að byrja frá grunni. Við ætlum að velja hérna í, passa ykkur á þessu. Við erum dattir hérna í möppu sem heitir Use Imperial, það þýðir allt eru tommum og okkur málsendingur sem við þekkjum ekki. Þannig að velti hérna upp og velji hérna Use Metric og við skulum bara stilla hérna Default Metric. Það eru hérna nokkur aðra grunngá og það er til dæmis ef við ætlum sérstaklega að fara að teikna lagnateikningar eða rammateikningar eða böðrahústeikningar. Þá eru hérna aðrar uppsýningar það koma, þetta er náttúrulega eins uppsett, það koma bara aðrir möguleikar upp þegar hitt er valið. En við ætlum bara að velja hérna default, þetta er bara OK. Og opnar þessi svona og þið sjáu hérna sjáu þið hérna í Protest browserunum hérna niðri. Hérna er eitthvað sem heitir level 1 og level 2 og site. Og það er sýningsplan, það er svona loftaplan. Við ætlum ekki að nota það eins og og elevation. Þetta er allt sem er hérna inni. Þið sjáu líka hérna eru gluggar, þessu pílur og svo þetta er elevation norður og austur og svo suður hérna og vestur. Og við skulum byrja því að gefa þessu nafn. Nei, ég ætla að byrja því að fara í gridið. Svo næsta mér bara að sýna hvernig breytum þessu. Þannig að við ætlum að búa til grid fyrir húsið í grunnhlið og veljið þá þessi hérna grid, passa ykkur á því að ég sé hérna arkitektur og grid hérna og smellum á þetta og þið fáið þá hérna gridlinu og við smellum bara hérna uppi einu sinni og smellum niðri og þá eru konum eitthvað grid 1 til. Og það er ágætt að nota þetta, ekki íta að skipa hérna 1 og renni svona músunum til hliðar svona og þá getur slegið eins breiddin á húsinu. Nú veit ég hvað húsið ykkar verður stórt þannig að þið stillið þetta af ykkar eftir ykkar húsi. En ég ætla bara að hafa, ég hef 7 metra hérna á milli þeirra og smellum vatninu frá ofan. Svona. Og svo getum við haka við, ítum á svo Modify eða Escape og lína og sjá kartsanir sem kom hérna. Þá getum við valið hvort að línunum sé frá ofan eða neðan. Svona. Og svo skulum við gera svona aftur og við skulum slá inn CS. Það er svona Create Similar. Sá við hérna, þið getur líka hægri smætt og sátt hérna Create Similar. En það er CS, fyrstu stafinir, það er svona flýtinappurinn. Það er ljómað, CS og smellið tvisvar. Og svo aftur rennir svona músinu niður og þá er það breiddin á húsinu. Það segir bara þessu tilvikið þá er 6 metrar. Og sjá að svo kemur svona lína svona og þá er ég komin alveg í línu við þessa hérna, þannig að þá geta að smella það þá með músinu. Þannig að kveikja svona, íta á Escape, smella þessa línu. Já, mjög góð. Og svo getum við stillt af línuna hérna og þau sjáu að það fylgja báða með línunar út af því að þær voru stilltar þannig í. Ef við viljum breyta línunu í sikkoru leyndinni og þá smellum við bara lásinn og þá færir þessi óháð hinni. Og síðan er það hæðin á húsinu, þannig að hérna eru konum með grid og við getum sjá hérna uppi, íta á málseiningar og það er rosa gott að málsetja þetta, hafa málseiningarna á þessu og þetta er alltaf millimetrar hérna í 7x6 og smetla á lásin. Ef ég vilja ekki að þetta er utanmáli húsi, ef ég vilja að það sé bara fast, þá er ágætt að ljóma þetta og smetla á lásin. Þá er búin að festa, þá getið ekki fært að þannig að það færa samhliða hvor annari, þannig að höfum þetta svona eins og þar. Hér skulum við skoða hérna elevation eða buildings og þá er það hérna hæðirnar og
við skulum bara gefa þessu nafn hérna. Þetta er þá sem level 1, þess að hæð 1. Ef við tísmelli á þetta, þá kemur svona, þá getur skrifað hæð 1. Við getum líka hérna í þessu hérna inni, hægri smelt og rename og satt hérna bara fyrsta hæð, svona. Og segjum já hérna við þessu hérna, og þá er hann að breyta nafninu hérna í leiðinu. Þannig að nafnið sem er hér, það hangi saman með nafnið hérna. Level 2 er þá í okkar tilfelli núna, þá er það bara þakið. Köllum þetta bara þak. Þess að þetta er neðri brún á þaki. Og höggum yes hérna. Og húsið, við getum sagt hérna, ok, þetta er efri brún á þakinu og við segjum kannski bara, ok, það eru 4 metrar eða 3.800 eða svo spurning hvað þakið eitthvað stórt, þetta er náttúrulega sumarbústað, þannig að erum við ekki að fara mjög hátt upp með það. Þetta getur út 300, svona. Og þið sjáu hérna eru greiðlínuna 4 og 2, eins og sást á grunnmyndinni. Nei, 3 og 4 ekki fyrirgeðu, ætla að segja. Já, hérna. Og við kunum stilla þessa línur af, þess að við ljóðum með hana, þá gefum við svona smá hringur hérna. Dreigja hana svona til hliðar. Og eins hérna með hérna. Og þá er þetta austur og við kunum bara nefna það líka. Við kunum bara setja hérna rename og kalla þetta austur, ekki east. Það er betra að hafa þetta. Og gefið þessu öllu nafni hérna. Norður, ég er umfjöldað að smetla einu sinni, hægri smetli, rename. Svona, og þá eru réttu hitin komin. Þá getum við kíkja hérna á norðurhliðina, það er sama þar, við þurfum að draga til línuna. Suður er þú komið og vestur er komið. Og þá erum við komin með svona ramma eða byggingagrið fyrir húsið okkar. Þetta er náttúrulega ekkert mál að breyta eftir á svona. Og síðan ætla að byrja þessu að fara í fæl og vista þetta sem verkefni. Vistið í verkefnið eitthvað staðar á ykkar svæði, documents eða hvernig sem ég gerir það sko. Þannig. Og þetta er þá bara sumarhús eða setja nafnið ykkar fyrir framan eða upp á staðina. Svona. Eitthvað lýsandi dæmi. Og síðan skoða hérna options. Aðeins að minnka þetta hérna. Það eru hérna, hún býr núna til 20 bakkaskrár. Það er nákvæmlega mikið, það er nóg svona einhverja 3. Hún býr til nýja skrá hver getur sem ítið á save takkan. Og hérna þá geymur þú 3 síðustu save. Og svo hún hérna að spyrja sko, okay, hvað er það sem er svona default stillingin. Hún kan bara hafa aktív, þannig ekki þessu. Og segja bara ok og save. Og þá getum við bara að byrja á verkefninu. Halda áfram með það.